Heil og sæl og velkomin til leiks með okkur í undan úrslitum Reykjavíkurmótsins í fótbolta. Við erum hér að fara að sigla inn í fyrri leik kvöldsins en svo við sjáum Fjölnir og Fylkir mætast hér sömu lið og leikum til úrslita í þessari keppni í fyrra. Nú klukkan 9 í kvöld mætast KR og Valur og Freyr Brynjarsson lýsir þeim leik. Valtýr Björn heiti ég. Hér eru liðin, Fjölnismenn í sínum gulu treyjum. Ekki eru Fylkismennirnir óranslitaðir eða appelsínu gulir, heldur eru í sínum varabúningum. Og lið þeirra sem talið upp á undan. Atli Gunnar Guðmundsson í markinu, hægri bakur Valgeir Friðriksson og vinstri Arnór Breki Ástórsson. Miðverði Bergsveinn Ólafsson og Hans Viktor Guðmundsson. Síðan koma þeir Jóhann Árni Gunnarsson á hægri kanti og Anton Freyr Ásálsson vinstra megin. Sigurpáll Melberg Pálsson og Guðmundur Karl Guðmundsson á miðjunni. Og Viktor Andri Hafþórsson og Ingiberg Kort Sigurðsson eru frammi. Þetta var lið Fjölnis og lið Fylkis. Aron Snær Friðriksson í markinu. Vinstri bakur Gylfi Gesson og hægra megin Andrés Már Jóhannesson. Og síðan miðverðir eru Ari Leifsson og Ásgeir Eyþórsson. Fjögurra manna línu koma á vinstri kanti Daði Ólafsson, hægra megin Valdimar Þór Ingimundarson, á miðjunni Ólafur Ingi Skúlason og Helgi Valur Danielsson og frammi Hákon Ingi Jónsson og Ragnar Bragi Sveinsson. Og dómarinn Vilhjálmur Alvar Þórarinsson búinn að flauta þennan leik á. Og við skulum fylgjast með þessum pilti þarna númer 19 frammi hjá Fjölni. Ungur strákur, 17 ára gamall. Viktor Andri Hafþórsson. Hávaxinn og hann á eftir að láta til sín taka. Þeir eru jú 0-1 módel eins og við segjum, þarna þrír. Jóhann Árni Gunnarsson, Viktor Andri og Valgeir Friðriksson. Allir eru þarna hægra megin, eða tveir hægra megin og Viktor Andri þá frammi. En það verður nú erfitt fyrir þá að eiga við Kappaðis og Ólaf Inga og Helga Val sem eru nú reynslu miklir kappar. 36 og 38 ára gamlir miðjunni hjá Fylki. Það var að Snær. Leikkerfi svona 4-4-2 svona í grunninn á báðum liðum. Þetta er ágætlega gert Valgeir þarna. Og þjálfarar þessa liða eiga nú ýmislegt sameiginlegt. Helgi Sigurðsson hjá Fylki og Ásmundur Arnarsson hjá Fjölni. Báðir hafa þeir spilað með til dæmis Fram. Ásmundur hefur, sem nú er þjálfari Fjölnis, hefur þjálfað Fylki og Fjölni áður. Og Helgi er núna sem þjálfari þar á 3. leiktíðar. Ásmundur á sinni fyrstu. En Fjölnis með fjallu í Kassodeildina. Og úrslitaleikurinn fer fram á mánudaginn klukkan 8 í Egilshöllinni í beinni hér hjá okkur. Því gekk þetta Sigurpáll Melberg og tók þetta auðvitað. Og þessi kann ýmislegt Ólafur Ingi. Vel gert Óli, segja þér. Flottur leikmaður, Ólafur Ingi Skúlason, margreyndur landsliðsmaður eins og við vitum. Þetta er aukaspyrna og ekkert annað. Það er Andrés Már sem hefur nú að spila hægri bakvörð. Aðeins fæst aftar á völlinn, hefur ekki orðað þannig. En þetta er líka góð aðferð að vera með svona
reynslumikla menn í hægri bakverði sem hafa verið framar og á kantinum. Því að bakvarðarstaðan í nútíma fótbolta er gríðarlega mikilvæg. Á fyrirgjöfin er Andrés Már með skotið og það er hornspyrna. Það sýnist, já. Fyrsta hornspyrnan í þessu leik. Hann fær Fylkir. Skemmtilega þessi snúra hérna. Alltaf þóttu áhugaverð í Egilshöllinni. Svarta liggur hérna á hornið. Þarna munaði litlu. Þetta var stálheppnir hérna Fjölnismenn. Það var Valdimar Þór sem átti hann að skalla. 19 ára gamall. Hægra megin hjá Fylki. Reynslumeira lið hjá Fylki. Heldur en hjá Fjölni og þetta Fylkir í Pepsi-deildinni og það fóru nú nokkri frá Fjölni svo Almar Ormarsson, Birnir Snær Ingason, Þóri Guðjónsson, Ægir Jarl Jónasson og Þórður Ingason markvörður fór í Víking og Atli Gunnar Guðmundsson kom frá Fram í staðinn. Þetta er ágætlega gert af Fjölnismönnum. Guðmundur Karl á miðjunni. Verður 28 ára á árinu. Það er fín reynsla í honum. Svo náttúrulega í miðverðinu Bergsveini Ólafs. Má ekki gleyma honum. Aldeilis flottur. Er fyrirliðinn. Hinum megin er Ólafur Ingi fyrirliði. Arnar Breki kemur mikið hérna upp vinstra megin. Hann og Anton Freyr. Þetta er dálítið ping-pong þessa mínúturnar. Jæja. Nei, það er engin breyting þar á. Anton Freyr með sendinguna en ekki gekk Alltaf vitlaust hérna sem er yndislegt. Arnar Breki. Já. Anton. Þessi sending ekki góð. Ekki, þessi skalli góður. Þetta er hendi. Alltaf. Guðmundur Karl. Félagar á milli sín. Ari Leifs og Óskar Eyþórsson þarna. Gylfi. Já, þetta er ágætlega spilað. Þetta er markbyrna og helstil og gróft þarna. Þetta vera Hákon. Jæja. Fylkismenn hafa, já við sjáum engan Ásgeir Börk Ásgeirsson lengur, hann er farin í HK. Og Jonathan Glenn fór í IPVAF. Og Albert Brynjar Ingason segist vera hættur. Það þarf að fara að spila í Inkasso-deildinni sumar, þannig að það verður athyglisvert að sjá í hvaða lið hann fer. Það er kappi sem kann að skora mörkin. Hans Viktor. Þessi sending afleidd. Svo við sjáum.
þessum taka með sér Andrés Már. Karl og hann skemmtileg skæri þarna. Þarna vantaði hann unga Viktor Andra. Þór misti boltan þarna. Geta gert hjá Fjölnismönnum. Sveinn og Hans Viktor. Þá Arnór Breki. Það er yfir á Valgeir, unga bakvörð. Þessi er út af. Það er skemmtilegt að hlýða á bekkina. Þetta er yndislegt. Algjörlega stórkostlegt. Helgi Valur kann þetta allt, sem var bara utanfótar hana út. Þá hérna fyrir Gir. Og Andrés Már steig hann út hana, reynsla í þessu. Þessa sendingu, fínasta sending. Og hér munar svo litlu að Fylkismenn komist í færi. Og þá aftur komaðir hérna. En Fjölnismenn bæja hættur frá. Aðeins að sinni, Helgi Valur Danielsson. Já, þetta er allt eðlilegt. Og hornspyrna. Þannig eru hornspyrnan í þessu leik og var Fylkismenn fengið. Strákarnir, þeir eru báðir að hlaupa á næstvæði. Annar verður að hlaupa í núna, Það var ekki verið að flýta sér að taka þessa hornspyrnu. Minna á það að ef að verður jaft eftir venjulega leiktíma þá fyrir beint í vítaspyrnukeppni. Og hér er skallinn. Og Atli Gunnar fór ekki út í þessa þvögu þarna. Kannski rétt hjá honum. Heyrum við það. Ari og Ásgeir að taka þessa bolta. Ari Leifsson og Ásgeir Eyþórsson. Þetta eru skilaboð frá bekknum hjá Fylki. Þetta var reyndar ágætis hornspyrna. Þetta er bara afar fín. Það var hæð báðir. Já, og þetta er hornspyrna hinum megin. Fínasta fyrirgjöf hjá Arnóri Breka sem skapaði usla þarna. Og hann ætlar bara að taka hornspyrnuna, ekki Jóhann Árni. Heldur vinstri bakvörðurinn. Já, þetta er stutt. Og þetta var ekki sniðugt. Ákoma Fylkismenn í skyndisókn. Það vantar fleiri menn með. Það eru bara 3 af 4 kemur hérna. En Fjölnismenn er fljótið tilbaka og hér er Atli Gunnar að verja á Hákoni.
fótunum. Spilaði Anders Már. Já, nú að gera það Helgi Valur. Jæja. Ekki alveg svona kannski. En nálægt í. Og hafa það þannig. Já, þetta kallar maður standi tæklinga þar. Og þá er það skotið en það er langt framhjá. Töluvert frá því. Milli sinni 80 línu og svo kemur löng fram kantinn. Þetta er að reyna þetta. Kortið liðið. Fylkismenn verið atkvæða meiri. Aðeins. Atli Gunnar varði hérna áðan með fótunum. Markinu hjá Fjölni. Fjölnismenn unnu riðilinn. Fullt úr stiga. 12 stig. Valur 7. Víkingur 6. Leiknir 4. ÍR 0. Í B-riðlinum þar var það KR sem vann þann riðil á markatölu. Markatölu Fylkir bæði með 7 stig. Og fram í 3. sæti þar 3 stig og Þróttur á botninum með ekkert stig. Það verða sem sagt þessi leikur, Fjölnir Fylkir, sem KR og Valur í einum undanúrslitaleiknum klukkan 9. Ingi þarna, Hakansarður. Þetta vel spilað. Það breykir með þessa. Þetta fyrir. Gaman að sjá hvað hann kemur mikið upp kantinn og hér það. Hinn bakvörðurinn. Valgeir. Hvað er þessi náttúrulega hjá Fylkismönnum. Fjölnir spiltar. Þetta Grafavogur á móti Árbæ. Það breyki. Já, vel spilað. Þarna. Það er kort. Og þeir ná að bjarga á síðustu stundu. Fylkismenn. Ingibergur kort. Sigurðsson þarna. 20 piltur. Skiptingu Jóhanni var ágætt. Sigur Páll Melberg. Já, hann átti Sigur Páll. Allir að öskra, Jóhann. Og sendi ekki fyrir og er þetta vítaspyrna? Nei. Spurningum að
Þannig að setningin leika manninn í staðan fyrir boltan. Það ekki. Hann Vilhjálmur Alvar Þórarinsson alls ekki á því. Þetta hefði að það nú sennilega meira til að hans mati. Þetta flauta víti. Anders Már. Þetta var ekki vel gert hjá Ragnari. Litlu. Ragnar næði til boltans en þá kemur Fjölnisliðið. Já. Og þetta munar svo litlu að skora þarna Ingibergur Kort. Sett hann með hægri þarna framhjá. Hann táaði hann þarna framhjá. Hvernig ég orðaði þetta. Ætlaði að taka örugglega innanfóta snúning. En það verður bara beint. Kemur næst. Það var allt í lagi. Vel gert. Hákon Ingi, Anders Már og Ólafur Ingi og Hákon. Þetta innkast. Anders Már aftur bara. Engin ráðstaða, sendingi fyrir frá Hákoni. Þetta svo mikið sem innkast, ekki fór það í hornið. Og eitthvað þar Vilhjálmur Alvar að ræða málin við Ingiberg Kort Sigurðsson. Aðeins að leggja honum línurnar. Og það sýndist Ólafur Ingi líka á tiltal. Ég veit ekki hvað þetta var. Skiptir kannski ekki öllu máli. Jájá, þetta bara alltaf leið tilbaka. Ari Leifsson. Það hér aftur. Ólafur Ingi Skúlason. Markspyrna að mati dómara. Aldrei neitt annað. Hans Viktor Guðmundsson fastur fyrir þarna. Stæðilegur miðvörður. Hans Viktor. Og Jóhann. Þessi sending afleidd. Var ekki góð. Ætluð Arnóri Breka. Já. Það var klaps og Atli Gunnar í einhverju vissinni en nær að bjarga þessu. Tæpt var það. Hans Viktor til hægri, Valgeir. Já, bara innkast.
hálfleikur hálfnaður í þessum fyrri undanúrslitaleik Reykjavíkurmótsins í karlaflokki. Þessi lið mættust einmitt í fyrra, sem ég sagði frá hér í byrjun. Í úrslitunum þar að segja, sem Fjölnir vann 3-2. Fyrsti og eini titill Fjölnis í Reykjavíkurmótinu í karlaflokki. Fylkismenn 3 sinnum unnið. Sigurbjörn Melberg. Og þá sendingin hér fyrir frá. Það gekk ekki alveg. Þetta er þó hornspyrna sem við fá út úr þessu. Þá byrjar þetta hefðbundna menn að fara hitu. Það er að svona halda sér heitum þegar 25 mínútur eru liðnar. Þjálfarar gera þetta svona eftir klukku, senda alla út. Og þetta er bara markspyrna. Þetta er bara innkast. Þeir eru tæklað fram og tilbaka, menn maður í þetta fullu. Andris Már þarna. Og á sendingin fyrir. Og það menn reyna hælspyrnu. Karl átti sendingu þarna fyrir en Kort reyndi þarna hælspyrnu. Mætti bara vegg. Innkast. Já, sem að Fjölnir á, þeir heldur nú við að við höfum sér að þeir heldur að Fylkir ætti innkastið en Vilhjálmur Alvar ekki á sömu skoðun. Það er að gera sér líklega þarna. Nú er í samspili Kýper, Kort og Jóhann. Guðmundur Karl. Það er sendinguna fyrir. Þarna vantaði bara mann, þetta fínasta sending fyrir. Menn þurfa náttúrulega að fylgja inn, taka sénsinn. Ekki bara að standa og horfa. Já, vel gert. Arnar Breki. Hann lipur þarna. Viktor og þá Bergsveinn. Það er stundu verið sagt. Það er svona það hefur ekki gengið alltaf, ekki alveg, nálægt í alltaf upp að vinnur Reykjavíkurmótið og þá svona álög á liðinu. Það vinna ekkert sumarið. Fjölnismenn eru Reykjavíkurmeistarar á síðustu leiktíð og féllu síðan sumarið eftir.
Þetta er þó alls ekki algilt. Alls ekki. En hefur gert nokkur sinnum að lið hafa spilað vel sumarið eftir. Í Valur. Alipur er hann. Þetta ná mikið boltanum að þessu manni. Eiginlega bara alls ekki. Það er spyrnum. Það segur Páll. Skiptinguna. Og gekk upp. Jóhann. Mikil hreyfing á Jóhanni. Á miðjunni. Og ekkert að þessu. Vel gert. Þá kemur Ingibergur. Nei. Þetta var ekki vel gert. Þetta náði hann á. Það tekið högg á andlitið. Valdimar. Ná sendingin fyrir hann. Fá hendi þarna einhverjur en það var nú aldrei. Bara í Sveinsson hérna í baráttunni. Þeir eru hérna fremstir Ragnar Bragi og Hákon Ingi. Fara hér aftur. Karl. Vel gert. Arnar Breki. Geta leist. Viktor. Guðmundur Karl. Nei. Það var ekki alveg hjá honum. Ekki í þetta skipti. Ásgeir. Fínasta skipting á Ásgeiri, vel gert. Og þá kemur Hákon. Og setur hann hér fyrir, þarna vantar mannskap. Vantaði einn þarna á milli, annar framherjinn fór á nær og hinn var á fjær. Sendingin á milli og þannig að þetta var ekki alveg. En hornspyrna sem er fá hér, Fylkismenn.
milli. Það kallar Ólafur Ingi. Andrés. Ekki ónýtt að hafa þessa kappa þarna á miðjunni svo Fylkir með Helga Val Danielsson og Ólafur Inga Skúlason. Reyndar eru þeir aðeins komnir til ára sinna en þessi kappar eiga alveg eitt keppnistímabil ennþá. Þetta eru þannig töffarar. Þó þau voru 2. Kastið á Fylkir. Daði hérna. Þetta er náttúrulega aukaspyrna á Arnór Breka. Daði Ólafsson með sinn ágæta vinstri fót væntanlega. Ekki Ólafur Ingi. Það snúningurinn kemur að markinu. Og hér er kallaði burtu. Helgi Valur hann í baráttunni á nærunum hér á Daða. Það passa vinstri fótinn á honum. Á Andrés Már. Er í þríðningin. Nei, þríðningurinn hjá sendingin hjá Helga Val ekki góð. Þessi spyrna hjá Atla Gunnari afar slæm. Þetta er aukaspyrna á Kunninga. Smá tók. Ekki mikið en aðeins. Ingi. Fylkismenn brjálaðir. Það er engin hamingja með þessa hornspyrnu. Kemur Daði Ólafsson enn á ný. Komnir Ari og Ásgeir hann inn í. Þetta skallaði burtu, Hans Viktor gerði það og síðan skotið hér. Þetta er vel gert, hann á að verjast þessu. Og Jóhann vill fá aukaspyrnu og fær eða... Já, reyndar Anton Freyr. Hann vill fá gula spjaldið á einhvern. Það er nú ekki. Nett tiltal hjá Vilhjálmi Alvar dómara. Vel gert. Arnór Breki. Smekklega gert. Aukaspyrna. Karl. Ekkert annað. Og Ingibergur hleypur.
heyra þarna aftan í Helga Val og hann reiður. Helgi! Ómar! Aron! Viltu! Ekkert að þessu. Fram með þetta. Já. Ágætlega gert. Ingiberg og þá sendingi fyrir. Og Guðmundur Karl. En þetta er hátt yfir. Hátt yfir. Garða. Hérna, þetta er vítaspyrna og ekkert annað. Já. Bergsveinn brotlegur. Þeir eru ekki ánægðir Fjölnismenn. Brotið þarna. Ragnari Braga. Það er spurning hvort að hvor fer í hvorn. En vítaspyrna er það. Og það er Hákon Ingi Jónsson sem fer á vítapunktinn. Bergsveinn Brautan og Ragnari Braga. Að mati Vilhjálms Alvars Þórarinssonar. Tæpt var það. Þeir skullu saman en spurningin er hvað er undan. Báðir að fara í boltan þarna. Dæmdu víti, það er staðreynd. Og þetta er mark, já, Hákon Ingi Jónsson skorar fyrir Fylki. Hér á 41. mínútu úr vítaspyrnu. Örugg spyrna hjá honum. Sendi Atla Gunnar í rangt horn. Og 1-0 fyrir Fylki. Helgi verið að kalla hérna 2 mínútur fókus núna. Okkar klukku þá eru 4 mínútur eftir. Sýttor. Já, þessi sending frá Guðmundi Karli beint út af en aukaspyrna dæmd réttilega. Leikklukkuna 42:10, við erum 41:40, munur aðeins, 30 sekúndum. Nú fara að staða hans undan, ég veit ekki hvað það er, en aðja. Jóhann, sendingi fyrir en beint í hendurnar Aron Snæ. Ásgeir, koma fljóti! Vel gert, Aron! Ari gerir dótt Fylkismenn, Ólafur Ingi öllir halda tilbaka og fær boltan. Það eru svona 3 þarna. Ólafur Ingi sem hér boltan og svo Ásgeir vinstri megin og Ari hægra megin og bakverðirnir fara upp kantinn, framkantinn. Og svo kemur hér ein laung. Geir.
Kemur Ragnar Bragi. Og Hákon setur hann á Ragnar, engin ráðstafa og hornspyrna. Mikill hamagangur. Þá hornið. Daði. Þetta er hér fyrir. Fínasta! Og þetta er mark! Helgi Valur Daníelsson! Á 45. mínútu. Helgi Valur skallan. Fékk boltan aftur og bombaði honum upp í þagnetið. Fínasta hornspyrna hjá Daða Ólafssyni. 2-0 fyrir Fylki, sanngjarnt. Þeir eru sanngjarnt yfir. Átti skallan eftir hornið, boltinn í varnarmann, fekk hann bara strax aftur og bombaði hann upp í þagnetið. Gert Helgi Valur. Vel gert hérna. Ekki flautar. Hún var Alvar. Liggur einn fjölnismaður eftir og hornspyrna. Fókus! Fókus. Þar Helgi. Já. Fókus. Ekki Ford fókus. Bara einbeiting. Það er styttra að segja fókus, en einbeiting er á íslenskunni, jú. Það ekki. Hér er skallinn. Og hér flautar Vilhjálmur Alva Þórarinsson til loka fyrri hálfleiks. Og staðan er 2-0 Fylki í Vil. Fyrra markið skoraði Hákon Ingi Jónsson og vítaspyrnu á 41. mínútu. Eftir að brotið var á Ragnari Braga og Hákon Ingi Jónsson skoraði á vítinu. Síðan var það hornspyrna á 45. mínútu sem að Daði Ólafsson tók og þar kom Helgi Valur Daníelsson og skallaði boltan. Boltinn í varnarmann, Helgi Valur fékk hann aftur og bombaði boltanum í markið. 2-0 fyrir Fylki í hálfleik og við tökum okkur stutt hlé.